Góðan dag, ég heiti Valgarð og þetta er fyrsta vídeóið eða myndbandið af nokkurum þar sem ég ætla að fjalla forritið Desmos og hvað við getum notað það við í kennslu. Fyrsta sem við gerum er að fara inn á heimasíðu forritsins desmos.com og skrá okkur eða logga okkur inn. Við getum logga okkur inn bara með Google, það er einfaldast, en þið þekkið þetta. Þetta er bara ókeypis. Síðan er hérna hægt að fara beint í það sem heitir Graphing Calculator, eða það eru nokkrar reiknivélar þess að svipað eins og GeoGebra, þess að þekki það. En ég ætla ekki að skoða það neitt frekar hér, heldur fara í það sem heitir Classroom. Við ætlum að skoða hérna Classroom for Teacher. Þegar þið fara að vinna með nemendum ykkar þá bara biðið þau að fara hérna í Classroom for Students og það er hægt að fara beint inn á þetta með teachers.desmos.com eða students.desmos.com. Þannig að við fyrir hérna for Teachers og þá komum við hérna inn í Desmos heiminn. Hér er urmull af skemmtilegum verkefnum og líka alveg urmull af leiðilegum verkefnum eins og það nú er, og það getur verið erfitt að finna eitthvað skemmtilegt, og þó, það er ofboðslega mikið. Ef þið leitið að einhverju verkefni hérna eða bara einhverju efni sem þið eru að fara að kenna, þá kemur upp bara efni sem að Desmos hefur gefið út. Ekki sem að einstaklingar sjálfur hafa gefið út, eða því að við getum sjálf búið okkur til verkefni frá grunni og ég tek það fyrir í öðru myndbandi. Hins vegar koma ykkar eigin verkefni upp. Ef þið búið til verkefni þá koma þau upp í leitinni hérna. En það má líka auðvitað að finna þau hérna undir Your Stuff. Nú ætlum við rétt aðeins að skoða bara hvernig svona Desmos verkefni líta út. Það er að fara hérna í það sem heitir Most Popular. Það sem að svona þau vinsælustu eru svona í augnablikinu, og þeir sem sjáu þetta líka er þessi verkefni tilheyra líka hópi verkefna sem ég kíkja með okkur eftir. Það er búið að grúppa þetta niður í alls konar pakka, og einn af þeim pakki er hérna recently released. Yfirleitt er þetta bara stærðfræðiverkefni, en eins og þetta hérna Getting to know each other, það er bara mjög skemmtilegt verkefni þar sem að þetta er að kynnast nemendum sínum, og ég er búinn að þýða eitt svoleiðis verkefni og þið getið séð að hlekka á verkefnasafn frá mér hérna í kommentunum fyrir neðan. Hér er hægt að fara svo í svona verkefnapakka, og þetta er orðið mjög gott hjá þeim í Desmos. Við getum leitað bæði eftir svona stærðfræðigrein, við getum farið í stærðfræðigreiningu eða í algebru, við getum leitað eftir bekkjum og svo framvegis. Það er til hérna verkefni sem að hentar flest öllum aldursbilum. Við skulum bara fara inn í eitt af þessum verkefnabönkum hérna til að skoða verkefni, hvernig við getum að séð hvernig þau virka. Við skoðum hérna bara allir með línuleg föll. Og ég ætla að skoða hérna eitt sem heitir Mathsmyline, og ef þið smellið á verkefni þá er besta leiðin til að kynnast í hvað það fjallar. Fyrir fyrsta lagi að lesa oft svona stutt skýring hérna í byrjun, en síðan er eitthvað sem heitir Student Preview. Þá getið þið smellt á skjána í þessu verkefni. Það eru 15 skjáir sem að nemendur kom til með að fara í gegnum eða þeir færi þetta verkefni, og ef við kíkjum á það þá getum við farið í gegnum verkefni hérna
Hérna til dæmis eiga þau að búa til gefa jöfnu 6 mismunandi lína sem allar byrja í 0 punkti hérna, 0,0 og eiga að fara í gegnum þessa punkta. Ég mun síðan taka fyrir í öðru myndbandi hvernig auðvelt að þýða svona verkefni á íslensku. En reynum að fara í gegnum þennan punkt hérna. Það virðist eins og við erum að fara að þrjá einn upp, þannig að hallin er 3. sama sem 3 x. Nú tökum við þetta virkar hérna og teikna línunni í gegn. Svona geta nemendurnir sjálfir tékkað sig af og kennarinn getur síðan séð vinnu nemenda alla í einu og ég mun taka það fyrir í næsta myndbandi. Svona er þetta að fara í gegn og finna verkefni sem hentar því sem þeir eru að kenna og byrja á því bara í þessu student preview að leysa verkefni sjálf til að sjá hvernig það gengur. Og bara góða skemmtun með að rannsaka hvað það er hægt að gera.